Það er ótt að segja andi varnarliðsins svífi yfir vötnum í nýjasta hótelinu á Ásbrú. Við vorum við vígslu Base hótelsins en það er í eigu Skúla Mogensen hjá Vá. Skúli heldur áfram að hér á Suðurnesjum og hér eru þið búin að byggja Base hótel og þú sandgerðingurinn sem komst hér í vinnu á meðtíma. Segðu okkur aðeins frá þessu. Þetta er nefnilega mjög skemmtileg koncept sem við erum að koma með. Nú er ég búinn að vera 15 ár út í Danmörku á hótelum og þar er maður yfirleitt bara með eitt koncept á hóteli. Þar er maður með 3 eða 4 stjörnu hótel og þar ertu með doppelherbergi eða svítur eða eitthvað svoleiðis. En hérna erum við með allan skalan. Þú getur komið hérna bakpokaferðalangur sem vill spara peninga og fengið koju alveg niður í 3 og 9 nóttin. Eða þú getur komið heil fjölskylda, 6 manna fjölskylda og leiktir stórt og mikið fjölskylduherbergi. Þú getur fengið svítu þar sem er ískapur og smá svona herrlega heitt. Þannig að það er allur pakkinn. Við erum hérna með 2 byggingar og í annari byggingun erum við með stórt og skemmtilegt svæði með bar og móttöku og fullt af lounges og fyrir ofan hana erum við með stórt og mikið leikherbergi og púlborð og spilakassa og skemmtileg heitt. Þannig að þetta er raun og veru allur pakkinn sem er hérna. Og hvað er þetta mörg herbergi í heildina? Þetta eru 121 herbergi tótal. Og þetta er eins og margt sem er gert hjá Skúla, þetta er búið að gerast mjög hratt. Þetta er búið að gerast mjög hratt, já. Ég var sem sagt í vinnu í Danmörku og var boðaður í viðtal 16. maí klukkan 16:30 og bara kortið 20 mínútur seinna var ég bara byrjaður í starfinu og mættur á fund með hönnuðum og smiðum og farin að leggja mitt að mörkum hvernig móttakan ætti að vera og leggja strax til málana með breytingar og þess háttar og við opnum hérna fyrir fyrsta gesti 1. júlí. Og hvernig hefur verið síðan þá? Þetta er búið að vera mjög mikill rússíbani en ofboðslega skemmtilegt. Skemmtilegasta sem ég tekið mig fyrir hendur nokkuð tíman en að sjálfsögðu erfitt líka en mjög skemmtilegt. Og þið eruð náttúrulega í miðju ferðamanna fjörunu sem hefur aldrei verið meira á Íslandi heldur en einmitt í sumar. Algjörlega. Og þið hefur fundið fyrir því? Já, við höfum það. Hvernig hafa viðbrögðin þá verið? Bara mjög góð. Og það var kannski þess vegna sem okkur langaði og það var sérstaklega líka þegar ég kom inn í verkið að ég vildi flýta mér áður en ég sótti starfið kynnti ég mér náttúrulega málin hérna á landinu og hvernig ferðamálin eru búin að þróast og mér lá mjög á að geta opna til að ná svona loka busy tímabilinu með túristan og það var mjög skemmtilegt og það er bara búið að vera líka við fullbókað síðan við opnum dyrnar fyrir gestum og allir mjög glaðir og gestirnir sýnaði bara skilning að við höfum gert þetta pingu í svona íslensku leiðina og herbygginn tilbúin og Wi-Fi komið á herbygginn og þá bara opnum við en við erum ennþá að klára þarna og allir bara brosa og sýna því skilning. Þið eru hérna á gamla varnarsvæðinu, það er svolítið stemmingu við því. Algjörlega og þess vegna höfum við í staðinn fyrir að reyna að fela blokkirnar og fela það hvað þetta var og hvað þetta er. Þess vegna til dæmis titillinn Base Hotel, þannig að við fögnum því og til dæmis í loungeinu sem er gamla vopnabúrið sem er hérna, erum við búin að hengja upp gamla muni og hengja upp kafteinahatta og þess háttar og getið séð á heimasíðunni okkar einmitt sögu Baseins og þess háttar þannig að við leggjum mikla áherslu á að halda í þessa sögu. Eitthvað sem hefur komið þér á óvart núna frá því þú komst aftur heim? Ég eiginlega bara jákvæðnin við þetta allt saman. Þetta er búin alveg ótrúlega góða móttökur. Það skiptir engu máli hvert maður hefur farið og hvert maður hefur verið að sækja aðstoð og hjá sýslumanni og hjá bæjarfulltrúum og þess að það. Allir bara brosa og taka vel á móti manni og aðstoðuðu okkur. Allir glaðir að sjá okkur. Þannig að þið eru bjartsýn hér á Base hótelinu? Mjög svo.